við ætlum að ræða manneskju ársins eða konu ársins, mínum að því. Það að öðrum ólöstuðum, þá ein manneskja, kona, sem að hefur boðið samtíma fólki sín í byrgin og mitt skorið herur upp gegn Vogue-þvælunni og öfga feminismanum líka sem að magnaða því að hún kemur akkurat úr þeirri átt þar sem að feminismin grasserar sem mest þess að á ysta jaðri vinstrisins þessi kona hefur komið mörgum og óvart og hún hefur náttúrulega í gegnum tíðina verið þekkt fyrir að vera hörð baráttukona og stundum hefur fólki fundist of og þessi of mikið að röfla og það var ekki einn feministi sagði, hún var alltaf karla í sínum kröfum sem bara einhver feministi sagði það það var ekki Sóley Thomas og Drífa Snædal sem var karla í sínum what? sem algjör þvæla alls ekki, en hún náttúrulega þekktust fyrir baráttu sína fyrir láglauna konur og í þeirri viðleitni, í þeirri baráttu þá hefur hún áttað sig á að feminismin gerir ekkert fyrir láglauna konur og hún hefur hafnað feminismanum og þetta auðvitað engin önnur en okkar ástkæra Sólveig Anna Jónsdóttir og ég tók eitt var úr viðtalið mínu við hana hér á broadcast.is, það var hæga heimatökin að finna það sem heyra smá frá Sólveigu Önnu sem kona ársins á okkar mati hér í Harmageddon. Og sama fólki sem að gagnrýnir það að tala Vogue sé að flytja inn erlend menningarstríð það fólk sem að lætur eins og þeirra atburðir sem að gerast í Bandaríkjunum séu bara líka að gerast hér einhvern veginn leið. Það sé bara einhver stórkostleg aðför hér á réttindum samkynhneigðra, kvenna og svo framvegis. Það bara einfaldlega ekki svoleiðis. Hver kona ræður yfir eigin líkama, hún ræður í hvort hún eignast börn eða ekki, hún ræður í hvort hún er fóstureyðingu eða ekki, hún ræður þessu og það getur engin annar ráðið í fyrir hana. Þó að það sé fólk sem að sé að reyna að tella sér trú að þessi réttinda á Íslandi sé öll í einhverju mikilli hættu. Það þetta ekki rétt. Og sama fólk. Það sem ég virði svo mikið við Sólveigu Önnu að kjarkurinn sem hún hefur verið algjörlega óþrjóðandi. Hún hugsa bara, þetta það sem að mér finnst og ég ætla ekki að fara í grafgötur með það, ég ætla ekki að þykjast finnast eitthvað annað, ég ætla bara að segja nákvæmlega hvernig þetta blasir við mér og ég ætla ekki að beygja mig og bugta eftir einhverjum tíðaranda og þeir sem að vinsælt að segja hverju sinni. Þetta eitthvað það sem ég virði mest í fari persónu ef fólk eins og það og segir það sem það finnst, sama hvað öðrum finnst það bara, þú veist það er mikinn kjark, það er mikinn kjark og hún algjörlega með það og ég sammála báðum þessu Sólveig Anna alveg bara, ég hef ekki haft neitt lítið gaman en að sjá hann að vera að kommentarífast við þetta lið sko, hún jarðar þetta lið sko. Hún hefur bæði verið í viðtölum og svo bara í kommentaþráðum á Facebook og alls konar umræðum þar sem að hún hefur bara látið allt flakka og hún hefur rökstutt allt sitt mál gríðarlega vel. Þetta kona sem að sem ég myndi alveg sko, þó ég sé ekki sósíalisti og ég hef raun og veru andstyggð á svona ysta vinstrinu, það að segja ekki fólkinu heldur hugmyndirnar sem að ysta vinstrið finnst mér vera samfélaginu ekki til heilla en ég myndi vera sáttur við það að svona vinstrimanneskja væri fulltrúi vinstrisins og hún gæti vel komið fram í stjórnmálum sem ég myndi bera virðingu fyrir vinstra fólki eins og henni. Ég held að hún sé að fara að vera aðalnúmerið í þessum nýja sósíalistaflokki sem sprengdi sig út frá Gunnari Smára. Ég held að það svona ár í kosningar að þá hún, ég held að þessi búið að ákveða það, þá hún að koma fyrir að vera andlitið þar sko. Já. Og ég held að það væri langsterkasti, núna ætla ég að gefa þeir fótt tips, langsterkasti leikurinn á þeim og þau myndu drífa loksist þá yfir 5% sko. Já, hún hefur svona allavega látið eins og hún sé algjörlega ótengt þessari hreyfingu þannig en bíða og sjá, hún að bíða og sjá en hún á heima í stjórnmálum. Já, algjörlega maður og það væri þá þetta helst með þessum sko, ég myndi vilja hafa hann í stjórnarandstöðu
að rífa kjaft og halda liðin in check sem eru stjórn, skilur þú veist, 100%. 100%. Hún er fullkomin stjórnarandstæðingur. Algjörlega. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengt, þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.